Komið sæl, verið velkomin í spjall við rauðaborðið tækniauðvald, lýðræði, eiginlega framhaldsspjall frá því hérna daginn. Þá ræddi ég við Þorlaugu Borg Ágústsdóttur lýðræðisógnir sem helstu lýðræðisógnir og ég bað núna góðan gestum að koma til mín. Hann komin hérna Guðröður Atli Jónsson, tæknimaður og sósíalisti. Takk fyrir að koma. Ég heiti Oddný Eir. Og við Guðröður ætluðum eiginlega að fylgja þessari samræðu eftir. Þú hlustaðir á hana Þorlaugu og hérna afritaði nú hluta af spjallinu, takk fyrir það. Já. Því það var svo margt sem hún sagði hérna í spjallinu daginn að maður eiginlega átti í fullu fangi með að vinna úr því. Mér fannst alveg ofboðslega spennandi. Þannig að við ætluðum að fara á fyrirlesturinn hjá henni í gær. Ég ætlaði að hlusta það á streymi og þú mættir á staðinn. Ég mætti á staðinn og fann ekki salinn. En hérna, það er bara að vera að hafa það. En við fórum allavega mjög spennt fyrir fyrirlestri Þorlaugar. En ætlum enga síður að bara að fjalla hún var náttúrulega að ræða það sama og hún ræddi hérna. En það sem hún var kannski að ræða er þetta nýja vald sem að svona hefur fengist með bæði auð og með því að safna saman gríðalegu magni á upplýsingum. Já. Og upplýsingarnar eru komnar á það stig og að það er hægt að beita þeim. Hérna Súboff sem að hún vitnar mikið í, hún Þorlaug Borg. Hún talar það að í staðin fyrir að viðskiptasambandi sé svona, þú reynir að laða viðskiptamannin inn í viðskiptasamband, þá er þetta orðið miklu meira það að þessir miðlar, þessi samfélagsmiðlar, þessi stóru miðlar að þeir geta mótað hegðun okkar og þeir eru í raun og veru að gera það. Þeir móta hegðun okkar og þeir geta raðað röðun og fréttum og þvíumlíkt. Hún var að tala líka gerviprófíla sem getur einhver gervimenni sem getur komið inn á samfélagsmiðla. Hún vildi meina það að það væri tilbúnir þúsundir gerviprófíla til að taka þátt í umræðinni þegar að ESB-kosningin verður hérna í Íslandi. En mér finnst það nú reyndar svolítið hæpið að því að ef að þær vita það, okkur þeim þá ekki eitt, skilurðu? Já. En það getur vel verið en hins vegar veit ég að þetta er tæknilega hægt og þú getur búið til gervimenni sem eru mjög samfærandi og bara mjög trúverðug. Þú notar hún svolítið gervigreindin, er það ekki, í þínum störfum? Jú, ég nota gervigreind gríðarlega mikið til að forrita og líka oft svona sem fyrstu viðkomustaður svona kannski á eftir Wikipedia þegar ég er að rannsaka eitthvað. Já. Og þar getur þú fengið vísanir í bækur og ítalegri greinar, Þannig að þetta er oft svona ágætt skref til að koma við á. Og mér var svolítið gaman að heyri þér hérna daginn að þú varst frekar svona einmitt jákvæður út í gervigreindin einhverju leyti sem svona tæki sem einmitt lýðræðis aukandi, þar að segja að þetta er þekking sem liggur til staðar og þú þarft ekki að vera innritaður í fá einhverja gráður í háskóla til þess að raunverulega geta nýttir þessa þekkingu. Að því leitinu er þetta svona valdeflandi. En svo varst það samt að nefna að þetta gæti verið möguleiki á gríðarlega aukinni stéttaskiptingu í framtíðinni. Já, það er einmitt samfélagsgerðin okkar sem er svona, þú veist, í raun og veru bara ríka fólki ræður. Og þú veist, það er bara kallað svona nýfrjálshyggja. Hún einhvern veginn gerir góðar uppfinningar sem eru frelsandi og á að gefa fólki tækifæri til þess að mennta sig og auka aðgengi og auka jöfnuð. Það er einhvern veginn allt snýst upp í andhverfi sína út af þjóðfélagsskipulaginu. Út af eignarhaldinu, eiginlega er það ekki bara? Jú. Ég meina, þú veist, í staðin fyrir að beita þessum verkfærum á svona jákvæðan hátt sem að þú veist, hjálpar samfélaginu að þroskast og þróast, þá er þeim beitt til þess að fá þau til þess að kaupa eitthvað drasl og síðan líka það sem að Þorlaug Borg tala mikið að, þú veist, að stýra hegðun, stýra hvað fólk sér og
og hún og Subok, sem prófessor í Harvard Business School, sem held ég emeritus, hún þá hætt og hún hefur skrifað bók sem heitir The Surveillance Capitalism og það svona orðið þekkt hugtak. Eftirlitskapitalismin, þú veist að vinna úr gögnum og stýra hegðun fólks og og hún og Þorlaug, þú nefndi að ég viðtalinu við því að það bara komin tími á það að það verður lýðræðisleg stjórn í þessum fyrirtækjum. Því að einhvern veginn eðli þessara markaða sem að þessi fyrirtæki starfa á að það endar í einokun. Það er bara ein Facebook, skilur við. Já, alræði meintir þú. Já, nei, einokun. Einokun, já. Já, af því að þú veist, það verður engin raunverulega svona samkeppni. En þú ert með svolítið skuggalegan lista, sá ég, bara af nöfnum þeirra sem eru með, og við vorum að pælið, þetta raunverulegt vald, eða þetta eru allavega þeir sem að eiga stærstu miðlana og þessar eftirlits miðla. Já, það Peter Thiel. Hann stofnaði PayPal með Musk og hann talar bara opinskátt á móti lýðræði. Hann vil bara meina lýðræði sé úreld hugmynd og það eigi að leggja það niður. Nei, veist ég alveg, nei. Og svo líka annar hann keypti mjög snemma í Facebook, í Meta. Og hann sumir segja að hann sé í raun og veru skuggastjórnin af Meta. Þið getur bara googlað hann að gaur, hann heitir Peter Thiel, já. Og sem 57 ára, hann það sem kallað adventure capitalist og eitthvað svoleiðis. Hann að fjárfesta í þessu. Og síðan kannski annar sem að ég vil eiginlega hann ekki milljarðamæringur, sem að en hann eiginlega svona eins og munnur eða málpípa þessara grúppu af mönnum í Silicon-dalnum. Þú veist, þá gæti ég kannski talað upp svona 15 mann, sem að eru ótrúlega áhrifamiklir og ef þú bara skoða myndir að því þegar Trump svór embættiseið, hverju voru á bakvið hann? Bara takið, þú veist, þannig að jafnvel þó að, þú veist, Peter Thiel og menn bara segja eitthvað svona, já, þetta bara ruggletallar. Nei, þeir hafa bara rosalega mikil völd. Kurt Jarvis, hann svona eins og ég segi, málpípan. Og mér finnst hann svona að vera, mest opinskár með bara, þú veist, hann segir þetta alveg umbúðalaust. Hann segir bara, þú veist, við eigum að fara frá lýðræði. Við eigum að taka upp eitthvað sem heitir forstjóraræði. Og hann sér þetta þannig fyrir sér að hann kallar þetta patchwork cities. Að það verði komið upp svona litlum efnahagssvæðum hér og þar og þannig að þú getur átt þína borg, ef þú ert auðmaður og þú getur bara svona skipulagt þú veist, þannig að þessum mönnum finnst eins og að það að stofna fyrirtæki og vera svona einvaldur innan fyrirtækis, það ekki nóg fyrir þá. Þú veist, akkur geta þeir ekki bara, þú veist, stofna samfélag og bara búið til alla reglunar. Það alltaf bara hér eins og hugsaðir eins og þegar Arion banki og hvað ekki Alvotech, eitthvað lyfjafyrirtæki ætlar að vera með leikskóla, reka leikskóla. Það þú veist, bara svona hugrenningatengslin. Jú. Maður fyrir aðeins að hugsa þetta. Þetta svona svipum með, þú veist að þú ert á, en þá mefnilega málið að þeir hugsa þetta svona, hvort vilt þú rödd eða rétt á að fara? Hvort finnst þér mikilvægara að
þú veist að það sé svona lýðræði og þú hefur rödd. Tjáningafrelsi. Já, bara að þú hefur rödd. Já. Þetta er ekki beint tjáningafrelsi. Eða hvort að þú getur farið. Segjum svo að Musk fái að stofna sitt efnahagssvæði sem að ég held að hann ætla að kalla Starbase City. Elon Musk. Elon Musk er alveg pottið hluti af þessum hópi. Og það er þessi efnahagssvæði eiga sér náttúrulega sko fyrirmyndir í Kína og Dubai og svona þessi einveldis fyrirmyndir eru náttúrulega í Singapore og einhverjum fleiri stöðum sko. Þannig að þeir vilja meina að lýðræði sko hefti framfarir og hefti skilvirkni og allt þetta sko. Já, lýðræði náttúrulega hefur oft verið sko dæmt sem mikið vesen og og rugl og kaos og svona og þá koma ýmsar einveldis hugmyndir elítuhugsun þeir hæfustu ráð og svona og þetta er svo sem ekkert nýtt með auðmennin og ólígarkana og svoleiðis en þetta er orðið svolítið svona þetta er orðið svolítið teknilega vel útfært og það er búið einhvern veginn að eiginlega leggja grunninn að þessu. Fyrst þegar við í okkar lýðræðisríkjum erum með þessar tjáningar leiðir okkar en eignarhaldið er allt á einni hendi eða svoleiðis eða fárra höndum þannig að við höfum, það þarf kannski svolítið lítið til þess að snúa okkar lýðræði yfir í að svifta okkur þessum gæðum. Þess vegna var Þórlaug að segja að hún eiginlega vísaði og ég tók af henni orðið og segja hvort það þyrfti ekki bara eins og þjóðnýta þessa innviði sko, þessa tjáningar innviði og fara aftur í átt að einhverjum sósíalisma þannig, eða allavega að hugsa öryggið. Að því að það hefur orðið tilfærsla á valdi frá almenningi, frá lýðræðislegum kjörnum völdum yfir í þessi tæknifyrirtæki. Að því að þau geta nota það sem er kallað instrumental power til þess að bara stýra fjöldunum í gegnum hvaða sér og hvaða les og getur þess vegna stýrt hegðun fólks. Mér langar aðeins að taka því lengra í með borgina hans Musk. Ímyndað er að hann er með svona borg og hann er einráðið þar. Hann er bara the CEO. Þú veist, hann er bara sá sem ræður öllu. Og það er engin mannréttindi, það er engin vinnulöggjöf, það er bara, þú veist, það er bara allt eftir hans höfði. En þú hefur eitt, þú er alveg eins og þegar þú installar app á símnum, þú getur fjarlægt appið, eða ekki? Og það er það sem þeir kalla rétt of exit. Þannig að þú getur farið inn í borgina og þú samþykir skilmáluna í borgunum, bara eins og notenda skilmála. Þannig hugsaður þetta, ég er ekki að grínast með þetta. Þetta er í alvörunni, og þú bara gengst við þessu og þú afsalaðir öllum mannlegum réttindum og öllu því sem hefur verið og bara byggingar og allt bara, allt er farið en þú hefur þetta í staði fyrir í lýðræðinu að þú hefur rödd eða voice, það hefur right of exit. Þú mátt fara, skilur. Og þar að leiðandi halda þér að allt hitt komið sjálfkrafa því að þú veist, hvað ef að þín borg er ekki að standa sig og borgarinn líður illa, þá getur alltaf að fara í næstu borg, skilur. Þetta er svona fyrir ekki alveg eins og í lýsing og ofbeldissamböndum, þar sem að þú veist, það er einhver sem að ræður húsbóndinn í feðraveldinu, sem segir bara, ég meina, ef þú sættið ekki við þetta, farðu þá bara. En hér er ekki þessar regla, því er ekkert að vera með neitt múður, þannig að annars getur bara farið, en svo kemur það bara hversu raunsætt er það að fara taka fjölskylduna og ef þú kannski hefur ekki einu sinni vegabréf eða líka það er eitt fólk kannski heldur að þetta sé bara eitthvað ruglutaður í kýstillanum, en þetta er ekki þannig Trump hefur sjálfur talað um að stofna frelsisborgir, það sem hann kallar frelsisborgir og þá er hann að vitni í þessi efnahagszón sem er rosalega vinsæl og meðal þessara neoreaktorism eða svona ný frjálsík eða svona ný afturhaldssinna ég veit að íslenskan fer svo illa með íhaldsmenn ný varðveislu sinna eitthvað svona afturhaldssinna en
Já, mér finnst þetta rosalega, veistu það, og það hérna, fólk getur líka bara fundið á netinu, það komið vísir á svona borg, það hérna, hún heitir Prosperity. Í Bandaríkjunum? Nei, hún í Karpahafinu, það eitthvað eyja þar, og þar getur þú til dæmis farið og látið sprauta í því einhverjum genabreytanda efnum og látið hérna, þú getur farið og gert alls konar svona læknisaðgerði sem eru, þú veist, bannaðar annars staðar, skilur. Til dæmis. Þannig að þú veist, getur hérna, en pældi í þessu, ef það væri hérna á Íslandi, þá getur kannski, þú veist, orðið hluti að Reykjavík, getur það kannski verið svona einhvers auðmanns og hann bara með sína notendaskilmála og ef þið líkar ekki þá getur farið í næstu hérna borg sem verður kannski upp í Grafvogi og hérna svona halda þessi menn og þessi menn eru við völd núna, þeir eru við völd hérna Já, við vorum að ræða þetta við völd, þar að segja þeir eru ekki opinberlega við völd, þeir eru ekki með stjórnmálalegt. Jú, þeir eru líka komnir með opinbera valdið í gegnum Trump. Nú, já, þeir eru bara beinlínis með einhver embætti. Ég meina, til dæmis J.G. Vance, þetta hann ekki, eða eitthvað svo leis. Já, varaforseti Bandaríkjanna, hann beintengdur þessum mönnum. Hann þekkir til dæmis Peter Thiel mjög vel, sko. Og hérna... Og svo þetta Project 2025, sko. Það nú talað að það sé ýmsir á bakvið það og væntanlega eru þá, ég ætlaði nú að lesa þetta, átt að vera heimalestur hjá mér að töðrast í gegnum það rit, sko, sem hægt að nálgast á ritinu. Ég hef ekki kynnt mér það, sko, en ég hef samt heyrt að það sé bara mjög opinskátt, svona, stefnuplagg sem en hérna Trump hefur alltaf sagt ekkert kannast við það, sko. En hérna, ég veit ekki alveg hvað rétt í því. Það allavega þessir Trumpistar, sko, sem ég talaði að sé á bakvið og séu reynd og ljóst að komast til valda og þar sé og kannski það sem við þurfum að gera ekki að, eins og þegar þú ert að segja þetta er bara eins og einhver svona vísindaskálskapur en að það sé svolítið mikið í húfi að við horfumst í augu við einmitt hvað nú þegar er í gangi og hvað er til nú þegar. Bara þannig að við getum kannski aðeins verið viðbúin og þegar þú segir þetta þá er náttúrulega mjög virkar upplagt að vera með svona tilrauna borgríki, auðmanna borgríki hérna á Íslandi. Snorri Sturluson, þetta væri að taka Reykholt og það væri bara að endurgera. Svo bara getur maður að fara á milli borga. En hérna, sko, þessum mönnum fúlast alvara, sko, og hérna, þú veist, það eru búið að vera að skrifa margar, þú veist, það sem kallað network state, sko, og þá það þannig að þeir byrjaði að stofna borgina á netinu og síðan bara reynaði að finna land til þess að kaupa. Og þannig svona smá saman, hérna, náður einhvern veginn að stofna ríki. Það einhver 27 ára, hérna, auðmaður sem ég man ekki nafnið á akkurat núna en hérna hann til dæmis fór til Grænlands í fyrra og reyndi að hérna kaupa land þar til að geta stofnað svona frísvæði þar eða svona economic zone og þannig að og það eru gríðarlegir peningar á bakvið þetta og hann segir að þessi 50.000 manns sem eru orðið borgarar. Bara af því að hann býður þeim vinnur hann býður þeim vinnu við einhver uppbyggingu? Nei, hann býður bara að vera hluthafar, sko, og mega flytja síðan í borgina einhvern mann þeir finna land, hvort það sem að það er á Grænlandi eða Afríku. Já, eða Íslandi. Já, en sko málið sko, þegar ég spilaði einu svona EVE Online, tölvuspil. Já, tölvuleikin og hérna... Er hann ekki hálfu íslenskur? Jú. En þar er akkurat þessi framtíðarsýn. Já. Það er engin þjóðríki. Það eru bara corporation. Og það eru bara hluthafinir. Þannig að... Þú ert ekki lengur borgari raunverulega, þú ert hluthafi. Já, þú ert hluthafi. Þannig að borgir, það er ekki lönd, það er fyrirtæki. Þannig þegar þetta hinn sko virkileg fyrirtækjavæðing. Já, 3000 ár fram í framtíðina þá sjáður þetta svona fyrir sér. En auðvitað búið að vera leynt og mjög ljóst verið að breyta okkar
öllum strúktúrum í fyrirtækjavæðingin auðvitað eins og hérna á Íslandi búin að vera dálítið brútal og hérna andstaðan við allt sem heitir ríkiseign og ríkisvald og svona búið að vera raunverulega með miklum heilaþvotti þannig að það núna, það skýtur svolítið það merkilegt þegar að þetta mjög kerfisbundið búið að brjóta niður sko félagslega hugsun. En mér langar svolítið að því just, ég held að þetta hljómi rosalega framandi. Mér langar svolítið að fara yfir hugtökin sem eru notuð meðal svona í þessari kreðsu. Já, takk. Hérna, sko, þeir tala rosalega mikið hérna Cathedral, eða dómkirkjuna. Og hérna, þá er það þá í tölvuleiknum EVE Online eða er það að tala Nei, nú er ég aftur komin í Kísildalinn. Já, þú Ég er aftur komin í Kísildalinn, fyrirgeðu. Ok, ég er það aðalega vitni í Kurt Jarvin sem er svona munnur talsmaður þessara já, ég fyrir sko, hann er ekki milljarðamæringur en þú veist, ég held að mér segja hann að Peter Thiel, hann sína hendi hann peningu öðru hverju hérna, já, ok hann sko, segir sko dómkirkjan hann segir sko, í raun og veru er sko þín rödd innan lýðræðisins, eins og ég var að segja þann voice versus exit að þín rödd innan lýðræðisins, hún gildir ekki neitt út af dómkirkjunni og dómkirkjan er sko fjölmiðlar, háskólinn og hérna, þú veist, það getur þess að vera Hollywood, bara þú veist, menningar elítan. Þannig að þú veist, allar hugmyndir eru stoppar af þessum aðilum. Og þeir eiga hana, sem sagt, auðmenninir eiga þá líklega dómkirkjuna líka eða hvað? Hún er Nei, bara ekki þeirra hugarheimi. Nú? Nei, það er hérna Dómkirkjan er ennþá sjálfstæð. Dómkirkjan er náttúrulega bara, þú veist, einhverjir nýmarxískir prófessorar í háskólinn sem heila þó fólk og eitthvað svona. Nú svoleið, já þannig að þetta er andstæðingurinn þeirra. Já, þetta er andstæðingurinn og fjölmiðlar menninni, sko, svona ákveðni dómkirkju svona fjölmiðlar og þú veist, það getur líka verið kvikmyndir og bara, þú veist, Hollywood, þessuna. Og þannig að hérna, hann vill meina að þú veist, þannig bara líðræðið, það bara stoppar þarna. Það er ekki hægt að breyta neinu, þú veist, þetta er meðal annars ástæðan fyrir því að hann vill að við færumst yfir í svona forstjóraræði. Má ég aðskilja með neðamálsgrein, rétt upp hendkennari, sko, er þetta þarna sem sagt, getum við þarna séð líka andstöðuna við vókismann og við menninguna, það er þessi áróður raunverulega að það séu þeir háskóla og við hérna við Rauðaborðið og allt það séum við sem séum að ræna rödd almennings og við séum að standa í vegi fyrir lýðræðislegri þróun og fyrsta lýðræðið er svona illa statt hvort sem er og við mentafólkið er búið að eyðileggja það. Já, það er hvort það er bara blekking. Hvort með blekking. Og fáræði. Og þá er þetta ekki málið að fleiri menti sig og fleiri taki þátt í þessari dómkirkju eða svoleiðis. Nei. Heldur sé málið bara að auðmennirnir reddi. Já, bara forstjórinn. Stofnandinn með stóri sinina. Hérna, sko, og svo hérna kemur næsta hugtak og þá segjum sko að ég sé þessi munnur, málpípa og ég segi við þig Oddný, menna ég skal afhjúpa sannleikann fyrir þig. Viltu taka rauðu pilluna og sjá allt eða viltu taka bláu pilluna og halda áfram í dómkirkjunni? Já, í blekkingunni. Í blekkingunni. Og þetta notaður mjög mikið, sko. Þeir segja, ég skal svipta hulunni. Og þetta er mjög mikið notað hugtak. Og svo náttúrulega er ég búin að fara yfir þetta, það sem er notað rosalega mikið er sko, viltu hafa rödd eða viltu hafa útgönguleið? Þú veist, exit. Voice versus exit. Okay. En vald, að því nú er þeir náttúrulega með þessi, er að ásælast þessi völd raunverulega, sko, en röddin, þeir eru búin að segja að röddin sé hvort sem er ekki neitt eiginlega. Já, hún týnist bara í dómkirkjunni. Já. Þannig að ef þú ert með exit þá þú ert raunverulega, hvorugur valkostur ert þú með borgaralegt vald og þú ert ekki með mannréttindi? Nei. Þannig að það er bara einn með absolutt vald innan síns efnahagssvæðis. Og hérna, þetta er það sem að hann, til dæmis ef ég held áfram að því að hann er svo skýr, Jarvin, og hérna, þú veist, og hann er í raun og veru bara sko, hann vill afnema lýðræði og ég held að hann sé svona að segja það sem hinn er að hugsa. Já, en það er sko, hann vil svona meina það að þetta komi, sko í raun og veru er þetta rosalega mikið bara svona neoliberalism
en gríðarleg trú á tækni og tæknilausnir en sko ég er samt ekki alveg viss að allir neoliberalisar vilja meina að þeir séu sko lýðræðissinnar skilur en þeir eru bara opinskott bara nei, lýðræði er ónýtt og þannig að tæknina á að sjá það og einhver innvaldur sem á tæknina sem sagt þannig að tæknin, en hvað gylliboð? Þú talar þarna bláa pillan eða rauða pillan, hvað eiginlega jákvætt við það að vera inn í þeirra borgríki? Er það þá því þú ert hluthafi og þú átt þá einhvern peninga, sem sagt? Já, þú ert hluthafi og þú mátt fara. Já, já. En þetta virkar náttúrulega bara ef það eru margar borgir, skilur við. Já, og þá getur farið yfir í næstu borg. Já. Þannig að þú veist, samkvæmt þeim þá verður ekkit sko þrælahald, verður ekkit bannað sko. Nei. En þeir vilja þá bara minna, já, akkur ætti að vera þrælahald. Ég meina, getur ekki fólk farið? Ég meina, það er alveg til hlekkir, sko. Hvort sem þeir andlegir eða raunverulegir, sko. En þeir skilgreina ekki sem þrælahald endilega að því að út af þessu exit möguleika, þessum að þú átt rétt á að fara, já, sem er náttúrulega svolítið svona sérstakt líka að koma mjög illa fram við einhvern sem segja, farðu þá bara eitthvað annað og hvernig á jafnvel viðkomandi að þú ert búin að brjóta niður einhverja fjölskyldu og hvernig á hún að komast, sko. Já. Það fylgir ekki með í pakkanum. En samt, sko, ég meina að við tengjum þetta við að það sem að Þorlaug Borg er að segja, þá er þetta hugmyndafræðin og bakvið þetta er það sem þessi menn trúa og þetta er það sem þessi menn vilja og þeir hafa svona ofmetnast rosalega mikið með allir sinni velgengni og þeir hérna og ég meina þetta er náttúrulega kannski bara það sem er hættulegt við auðræðið er að þú veist svona fólk með rosalega skrýtnar hugmyndir fái allt of mikil völd og getur hreinlega hrint þeim í framkvæmd þess að þeir eru að gera núna. Það er engar eftirlit, það er ekkert sem að það við talaðum, já, og hún talaði það líka Þorlaug, þó Evrópusambandið er að reyna að hefta að vera með löggjöf og eftirlit með eina sem myndi virka, sko, þetta er voðalega máttlaust í Evrópusambandinu, þeir eru bara alltaf að sekta Google og hérna Facebook reglulega og jáfnvel Microsoft en þetta er bara svo máttlaust, ég meina þeir græða meira á lögbrotunum heldur en að sektin er, sko, þannig að ég meina ef það væri ykkur alvara þá myndum við náttúrulega bara sitja, sko, digitala vegg eins og Kína, sko og þá myndum við verða til evróskir hugbúnaðir, skilur við, og þá væri þetta virkilega innan, þú veist, ég veit alveg margir tækni gaurar hérna úti er sko, já, það er ekki hægt að hefta interneti, bara Kína gerir þetta bara mjög vel og það er bara þannig að jafnvel þó að sé hægt að komast yfir einhvern þröskuld, hvort sem að hann sé rafrænn eða ekki, þá er bara 90% af fólki sem nennir ekki að fara yfir þröskuldin, jafnvel þó að sé til leið fram hjá hann, sko. Þannig að en þú segir Kína gerir þetta vel, það er að segja, er það ekki líka ákveðnir einveldistilburðir þar þegar þú ert að ritskoða, þú veist, er það ekki svona ákveðin ritskoðun? Eða þó þú ert að gefa innlendum forræðurum tækifæri að búa til sínar hugbúnalausnir. Já. Þú getur alveg litið af þannig. En Evrópa er engin svoleiðis tilraunamennska í gangi, er engin viðleitni til þess raunverulega að skora þetta? Það er eitthvað svona viðleitni að reyna að leysa þetta með löggjöf og eitthvað svona. Ég held bara að það er bara svo máttlaust. En það er náttúrulega þegar að tala um nýsköpunin í Evrópu fjármagnið til nýsköpunar fer kannski meira og minna í hernaðarlega uppbyggingu kannski, þannig að þá er á meðan það var ekki það sem Þorlaug sagði beinlega sem maður gætt svona lesið milli línana þessi áhersla á öryggi okkar, sko, að við þyrftum ekkit síður að huga örygginu á þessu sviði. Það er að segja að við hefðum tjáningafrelsið okkar. Ég held nú reyndar, sko, hún eins og hann að rannsókn sko, meistara reykjar held ég Brexit og hafi nú bara verið svona eitthvað verið að tala inn í það er eitt sem þú komst inn á varðandi sko þessir menn trúa því að nýsköpun verði til í einkafyrirtækjum en
En í raun og veru, til dæmis þessi sími, allar grunnrannsóknir urðu til út af ríkistyrkjum, aðalega hernaðarstyrkjum. Meina, þú veist, síminn getur skynjað rafsegulsvið, það getur skynjað loftþrýsting, það getur skynjað stöðu á símanum og fyrir hvað haldið að þetta hefur verið þróað? Haldið þetta hefur verið þróað til þess að þú getur talað í síma og hann getur skynjað hvernig þú setur síman að eyranu. Þar með slökkvi á skjánum. Nei, þetta var hannað til þess að fyrir eldflaugar og ýmislegt annað til þess að stýra eldflaugum og þvíumlíkt. Þannig að sko, þetta er svo mikil blekking hjá þessum mönnum að halda það að þó svo að það sé ekkur kapitalisti sem að geti búið til enda vöru það að þeir séu upp á endir nýsköpunar. Það er til dæmis, það er til mjög góð úttekt af því að sko bara allt í iPhone er þróað inn á háskóla og hernaðar. Og Silikondalurinn er eiginlega bara byggður á hernaðar þróun. Það er ótrúlegt hvað einmitt ríkisvaldið sem hefur einmitt styrt þessa nýsköpun, líka á Íslandi hefur verið talað sko, raunverulega tapar síðan sem sagt ávöxtunum, alveg bara þeir bara ávöxtunin rulla út úr körfunni sko, þú veist, þannig að þeir koma raunverulega ekki vegna þessari hugmyndafræði, en það er bara einhver hugmyndafræði sem að bannar þá ríkisvaldinu að eigna sér eða nýta sér þessa nýsköpun sem að ríkisvaldið þó hefur kostað. Við erum að reka svona nýsköpunarsjóði. Mér skildi að við seljum alltaf áður en að hagnaður kemur. Keresis og bara öll þessi fyrirtæki. Já. Þannig að þetta er náttúrulega nýtist þessum gaurum þarna. Þetta er líka bara held ég hugmyndafræði. Þú bara trúir því að ríkið eða svona almanna þú veist, eignarhald sé bara í eðlisnum slæmt. Það þarf að vera einkafjárfestir sem að geta tekið ákvörðun og láti gera hlutina hratt og örugglega. En Guðröður Atli, tæknimaður, titlaður og spekulant, sko þú lyftir símanum núna og svona fórst með hann eins og eldflög. Þetta kemur aðalega frá hernaði og háskólum. Já, svolítið leiðilegt hvað háskólarnir eru mikið í tengslu við hernaðinn, sko. En hvað með núna er búið að vera svolítið margar ráðstefnur eða svona mikið umræðinni þessar öryggisógnir okkar, sko, beinlínis tæknilegar þar að segja í tengslu við njósnir og tengslum við sko bara kaplana okkar og þú veist, hversu vel er staðið að því að verja þessa innviði sko og svo kemur þetta persónulega. Hvernig getum við þetta með sko málið er það er svo erfitt að greina þá umræði út af því það er alltaf einhver svona hernaðar sko áróður undir og áður en þú veist það þá er farið að nefna óvinveitt ríki og þá er óvinveitt ríki yfirleitt Kína og Rússland en málið er ég held að þau séu ekkit rosalega mikið að njósna að bara ávið segjum bara þú veist Bandaríkin eða allar þær 20 leyniþjónustur sem þar starfa og svona er líka það að þú verður að vera eitthvað ógn eða samkeppnisaðili til þess að þess virði að njósna þig. Er eitthvað á Íslandi sem er þess virði að njósna Já, ekki spyrja mig. Ég held ekki. En svo virðist vera Guðröður að allir þessi rithöfundur og blaðamenn eru mjög handteknir og þeim er stungið í steinin eða þeir drepnir beinlinis, blaðamenn til dæmis. Já. Þannig að sem er að möndla með upplýsingar þeir eru með þennan tjáningar þeir eru að virkja tjáningafrelsið og eru með þessa rödd virkja rödd sína eða nota röddina beitinni. Já, sem að Dómkirkjan drepur. Já, það er bara það er kannski ekki eins og spurning hvort þeir eru sérstaklega með sko hvort þeir eru eitthvað sérstaklega með einhverjar mikilvægar upplýsingar. Það virðist bara vera að ógna þessu einræði, það virðist vera stundur nóg. Já. Samkvæmt allavega ef maður kíkir á skýrslur Amnesty International, þetta eru oft ekkit einhverjar hættulegar upplýsingar kannski. Nei, ég meina ég held að sko vandinn er ekki skortur á upplýsingum.
það er miklu frekar háaðin að núti. Það er til rosalega mikið upplýsingum. En bara... Jú, en ég held sko það sem að við alveg rétt, ef einhver segir, eins og ef tæknifólk segir, ég hef heyrt bara í Ríkisútvarpinu viðtal við svona einhverja tæknifröðmaður sem segja að það sé ekkert mál að njósna þig í gegnum hennar síma. Já, ég myndi ekki segja ekkert mál. Nei. En það er sko, það er alltaf einhver þröskuldur. Og ef þú kemst yfir þröskuldin, þá er það hægt. En meina, hvað þarf það að eyða? Kannski mörg 100.000 klukkutími í það. En sko, til dæmis Ísrael, svo getur keypt svona hugbúnað af þeim til þess að brjótast inn í nánast hvað sem er sko. En er ekki svolítið, það eru eiginlega öll þessi ríki sem hafa eitthvað hernaðarlegt bolmagn, eru líka með, virðist vera einhvers konar hvað kallaður leyniþjónustulegt bolmagn eða svoleiðis. En þá kemur bara spurningi hvað einmitt, ég held að fólk sé ekki hrætt við þetta vegna þess að spurningi af hverju skildi einhver vilja njósna okkur. Já, ég meina við erum náttúrulega bara svona neytendur og við skiptum ekki máli. En við náttúrulega skiptum máli sem eitt púsl í stóra sko spálíkaninu hjá þessum big data sko, þessum að eiga þessi risa gagnalíkun. En við sem einstaklingar eru náttúrulega bara viðskiptavinir og eitthvað sem að þarf að búa til spálíkunum. En sko þannig að við nýtumst þannig bara með þáttöku okkar á samfélagsmiðlum, þá erum við raunverulega að fóðra framtíðar yfirráð þessara auðmanna vegna þess að við erum að taka þátt í því að sko, láta okkar hegðun fara inn í spálíkunin. Þannig að þótt við segjum, mér er alveg sama vegna þess að það mega nú allir vita hvað ég gerir dagsdaglega, þá kannski er ekki bara spurningu það, heldur erum við við erum púsl í þessum risastóru spálíkunum. En það væri ekki stórkostlegt við eins og Íslandi við eigum mikið af flottu tæknifólki og eins og þú ert að forrita og væri ekki hægt að búa bara til ný samskiptaforrit og taka til okkar á. Mér finnst að við ættum bara að síja út Facebook, Twitter og bara segja búið til íslenskan samfélagsmiðl. Ég meina, bara gefa eitthvað svona rými fyrir íslenska lausnind að koma fram. Ég er ekki að segja, ég meina, það verður alltaf hægt að komast fram í á þessum þröskuldi. En ég held að það væri sniðugt. Ég var að segja þetta gott í tæknispjalli Guðröður Atli Jónsson, tæknimaður og sósíalisti, sem að þekkir til og nýtir, þú náttúrulega þekkir til tæknina og nýtir þér tæknina og ert mjög jákvæður að mörgu leyti en varar við raunverulega þessu. Já, þetta getur aukið skettaskiptingu út af samfélagsgerðinni en sko, mér veist gervigreindin er svolítið skemmtileg að því að hún er skemmtilega mannleg. Hún gerir mistök og veistu það að gervigreindin er hræðileg skák. Það er þá einhver von. Já, ég meina að þú veist, það er náttúrulega langt síðan að það var hægt að búið til forrit sem að unnu alla skákmeistara. En þetta er svona svolítið sýnir að gervigreindin hún er mjög mistæk og og til dæmis hún er ekki góð í svona, þú veist, eins og til dæmis skák. Og það er margir svona þeir sem eru svona segja það er svolítið mikil umræða innan gervigreinda heimsins það hvort að þetta sé raunveruleg general AI, þú veist, hvort þetta sé hinn sko, hvort þetta sé raunverulega sko greind og ég er svolítið á því að þetta er í raun og veru ekki greind, þetta er í miklu meiri bara svona speglun á mannlegri þekkingu og þú veist, þetta er svona og þeir segja sko ef að tilgangan er rétt með það að þú veist að þetta er svona líkindareikningar og heilin okkur virki í raun og veru þannig að þú veist þeir kalla þetta með þess að neural network þessi líkindamódel þannig að þú veist en ég myndist þetta bara áhugaverður punktur að gervigreindin er lélega skák. Gervigreindin er kannski ekki svo greind enda fer hann eftir því sem við höfum rætt hvernig þú skilgreinir greind, hvort það er sko, sköpunarkrafturinn er þar inni og bara
viðkvæmnin og samkenndin og allt það. Þú veist, við náttúrulega höfum ekki til dæmis kannski flokka samkennd til greindar, þannig að hún getur líkt eftir samkennd, sko. Já, hún getur líkt eftir samkennd, já, en alvöru samkennd. En sko, núna stöndum við fram fyrir því, eins og til dæmis rithöfundar, ætlaðir að láta höfundaverk sín inn í þessa púlju. Ég held að hafa ekkert val. Hefur ekkert val, en það er þetta bara, þú veist, eigum við að neita því og þá er sagt, þá ertu raunverulega að hamla þróun, mikilli þróun sem getur verið alveg rosalega lýðræðisleg og einmitt sérstaklega valdeflandi og sósíalísk og svoleiðis, en svo bara með einu pennastriki er hægt að breyta því í algjör tæki. Kapitalist samfélagsgerð, það bara gerir frábæra hluti af bara, þú veist, ógnvaldi. Já. Við höldum áfram að vera á varði og upplýsa okkur innan frá utan Guðröður Atli Jónsson tæknimaður. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu og ræða ógnir lýðræðis, tæknirisa og gervigreind. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgja okkur eftir og við virkilega verðum held ég að halda samræðinu áfram. Pétri Fjellsted tæknimanni, þakka ég fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og við tökum smá frímínútur og höldum áfram við Rauðaborðið að pæla í hlutunum. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is